Ekkert gufar upp. Öll fyrirbæri, hlutir, efni, jafnvel manneskjur, breyta bara form með tímanum. Þannig þyngist jörðin aldrei. Hins vegar erum við manneskjurnar ansi gjarnar á að safna hlutum í kringum okkur sem hætta að hafa tilgang, verða að rusli. Og okkur hættir líka til að eiga hluti sem við nýtum illa. Það er best fyrir jörðina og þar að leiðandi fyrir alla að halda hlutum í sem lengstri notkun, deila þeim með öðrum og endurnýja þá sem oftast. Það er hringrásarhagkerfi. Hringrásarhagkerfi er kerfi þar sem vörur, hlutir og efni halda verðmæti sínu og notagildi eins lengi og mögulegt er. Það þýðir að hönnun og framleiðsla vöru á að vera þannig að hún endist lengi og auðvelt er að gera við hana og endurvinna. Verði hlutur að úrgangi tekur við skilvirk flokkun, söfnun og endurvinnsla sem heldur hráefnunum í hringrás, til dæmis dósir og flöskur. Þegar þú ferð með plastflöskur í endurvinnsluna eru þær endurunnar og endurnýttar. Ferð ekki örugglega með plastið í endurvinnsluna. Deiliþjónusta, það að eiga hluti saman og skiptast á að nota þá, er líka dæmi hringrásarhagkerfi. Þá á fólk saman hluti sem það þarf ekki sífellt að vera að nota, til dæmis verkfæri eða jafnvel bíla. Markmiðið er að draga úr auðlindanotkun, auka líftíma auðlinda og koma í veg fyrir að efni og hlutir hverfi úr hagkerfinu sem úrgangur. Það er nefnilega þannig að hagkerfi nútímans, sem gengur út á að auka í sífellu neyslu manna, hefur ýtt undir stuttan líftíma vara og ásókn í auðlindir. Auðlinda ásókn er nærri tvöfalt meiri en mögulegt er að standa undir með sjálfbærum hætti. Það leiðir til verra ástands á lífríki og neikvæðra loftslagsáhrifa. Við þurfum að breyta þessu, breyta venjum okkar og ná fram sjálfbærum hagvexti. Hagvöxtur er pínu flókið orð sem stendur fyrir getuna til að framleiða alltaf meira frá ári til árs. Framleiða aðeins meira í ár en í fyrra. Sumir segja að þetta sé mikilvægt. Hagvöxtur sé mikilvægur. Fólki fjölgar nefnilega og það þarf ný störf og meiri mat og fleiri hluti til að auka verðmæti og svo framvegis. En rannsóknir sýna að búast má við að hringrásarhagkerfinu fylgi jákvæð áhrif á efnahagslífið og í raun aukin framleiðsla. Með eflingu hringrásarhagkerfisins má búast við að ný störf skapist í viðgerðarþjónustu og annarri þjónustu, endurvinnslu og annarri meðhöndlun úrgangs, nýsköpun, hugviti og hönnun. Með öðrum orðum, með því að skipta yfir í hringrásarhagkerfi, leiddi í ljós að líklegt er að fleiri störf verði til en hverfi. Betri auðlindanýting og minni úrgangur leiðir til minni losunar gróðurhúsalofttegunda. Aðgerðir í þágu hringrásarhagkerfisins eru þannig gjarnan loftslagsvænar leið. Íslensk stjórnvöld stefna á kolefnishlutlaust Ísland árið 2040. Hringrásarhagkerfið mun eiga stóran þátt í því.